Ætti ég að segja eitthvað sjálfa mig, myndi ég segja. Konni bráðskemmtilegur maður, skarpgreindur og umhverfisvænn. En ég veit nú ekki hvort að þú takir nú undir þetta með mér, en ég segi þetta vegna þess að drottin eða orðið segir það sjálft að manninum þykir allir síni vegir fagrir og hreinir. Og stundum það nú þannig að við finnum ekkert athugavert við okkur sjálf, þó við á bakvið þetta allt saman vitum að það er nú ýmislegt að finna að. Og þess vegna getið þið þakkað fyrir það bara strax að þessi ágæti maður ætlar ekki að tala meira sjálfan sig, heldur gefa drottni bara orðið og hann núna tekinn við. Og hann, eins og við þekkjum úr þessum þáttum, hann hefur alltaf eitthvað gott til mála að leggja og leggur okkur línurnar sem eiga að verða okkur til gagns, gæfu og gengis, því hann dó fyrir þetta, gagn, gæfu og gengi. Og hann veit að við erum í alls konar ástandi og ásökumulagi og ekki alltaf mjög upplitsstjörf þannig séð. Við horfum í speilin okkar og við erum að segja ýmislegt við okkur kannski þar, ekki gott. Okkur finnst við ekki vera verð þess að njóta neins góðs, því miður þá þetta til. Ég reyndar þekki þetta ekki sjálfur, en hef margsinnis heyrt þetta frá öðru fólki og ég veit að þetta satt, það sumir að glíma við þetta. En þó að ég sé ekki að glíma við þetta sjálfur, en aðrir glíma við það, þá það jafn og rangt vegna þess að þetta ekki það sem á við hvorki mig eða þig. Það margt gott í þér, rétt eins og mér. Þú hefur lagt margt gott til margra, það bara ekki nokkur spurning. Og stundum heyrir maður þetta frá hreint prýðis fólki, að maður bara gapir, því að maður hefur aldrei séð neitt sjálfur nema gott frá viðkomandi manneskju. Þetta nefnilega vandinn svo oft hjá okkur, að við erum ekki að sjá okkur rétt. Og það alveg jafn rangt að sjá sig rangt eins og að sjá aðra ranglega og meta aðra ranglega. Hvernig bætum við úr þessu? Það að leyfa orðinu að takast á við vandan með okkur. Og þá erum við líka komin á einhvern stað að við getum farið að vinna út frá einhverjum punkti. Og punkturinn kemur þegar við vitum hvað að. Ef við vitum ekki hvað að þá sláum við bara það sem kemur upp úr jörðinni, en það sem skiptir öllu máli sem rótin, hún alltaf eftir og það sprettur á rótinni. Þannig að við tökum bara efstalagið, klippum það niður við jörð, en þegar við erum búin að átta okkur á því það eitthvað annað en þetta, þá fáum okkur áhöld og við gröfum rótina upp. Þetta þekkja þeir sem í garðrækt til að mynda, að þeir fara og taka þetta illgresi og stinga þau eins og njólar og svona drasl. Þetta illgresi til að mynda í kartöflurækt og ég man þetta alveg bara feikna löngum rótum af njóla. Þeir bara stóðu bara hálfa metra jafnir lengra ofan í jörðina og voru svo fastir þar að man ætla ekki að hafa það upp, en þetta var illgresi. En þegar þetta var farið, þá allavega þessi njóli gat ekki lengur soga frá ávöxtunum, nýti ávöxtunum næringuna. Og þannig að þau allavega þessu leyti fengu aukna getu til að spretta og verða það sem þau áttu að vera, en ekki það sem þau áttu ekki að vera. En það allt og oft sem við erum að slá, bara klippa ofan af bara niður við grasrótina, en förum ekki alveg niður í rótinu og fjalla í hana. En þegar rótin farin, meini farið sömuleiðis. Þetta gildir þessa andlegu mein okkar sem við erum að fást við. Og við vitum svo allt og sjaldan það hvað í raun og veru að plaga okkur.
og ég lofa ykkur því að þarna orð Guðs besta meðal sem hægt að fá, því að það fer okkur, hjartað okkar, og þar þetta allt sem að plaga okkur og gera okkur lífi leitt. En okkur hætti til, eins og ég var að byrja og var að hæla sjálf á mér, en þú tekur sjálfsagt ekkert undir þetta nema kannski litlu leyti, að því að við sjáum okkur ekki rétt. Við erum dómhart fólk oft á tíðum á aðra og horfum í spegil kannski, svona innan geðsalappa, og þá eru allir okkar vegir sléttir og færir og meira og meinin okkar meira og minna einhverjum öðrum að kenna. Þetta mjög algengt í heimi mannana, og hluti af vandanum sem heimurinn að glíma við, að það eitthvað í manninu sem fær hann alltaf til að horfa frá sér, ekki að sér. En það akkurat það sem orðið að gera og Kristur að tala til. Hann alltaf að tala persónulega til mín. Þannig að þú skall ekki dæma þennan mann þó að hann kannski segi eitthvað sem að hristir þig. Þá skaltu bara fagna og segja að Drottinn að tala til mín. Við ætla að taka við þessu. Það enginn að tala persónulega til því, og allra síst predikari Guðs maður sem bara í sínu embætti til að gera það sem að Drottinn hefur boðið honum að gera, og honum ber að gera, eins og Páll sagði, Guð forði mig, Guð vei mér ef ég tala ekki Guðs orð. Þannig hann lenti í þessu öllu sem hann veit alveg hvað ég að tala og upplifði þetta 1000 sinnum og 1.000.000 sinnum, að Guð má vita hvað. En við erum fólki sem að viljum takast á við vandan, að því að við erum á þeim stað komin í lífinu að við viljum þekkja Drottinn rétt og vita hver hann og sjá hann með augum andans í and okkar, því að við sjáum hann ekki í líkamannum eða sýnilega, en við sjáum hann í and okkar, við sjáum hann í gegnum orðið, í gegnum and okkar og trúna. Þess vegna segjum við það einu sinni enn, trúin nauðsynleg. Svo lesa aðeins upp úr Nýja testamentinu og lesum kannski svolítið það, við sjáum bara til hvernig þetta leiðist. Það Lúkasar Guðspjall, 9. kapli, við ætlum að byrja í 7. versi, við skulum skoða hvað þar En Heródes fjórðungsstjóri frétti allt sem gerst hafði og vissi ekki hvað hann átti að halda, því að sömu sögðu að Jóhannes væri risinn upp frá dauðum, aðrir að Elía væri komin fram, en aðrir að einn hinna fornu spámanna væri risinn upp. Heródes sagði, Jóhannes lét í hálsvöggva, en hver þessi í heyri þvílíkt og hann leitaði færis á að sjá hann. Við sjáum þarna að þetta eru gyðingar, og gyðingar höfðu Gamla testamenti til að spekulari og fræða sig og glöggva sig á til að mynda tíðarandunum og tímanu sem þeir væru í, og þeir biðu eftir Messiasi, friðarhöfðingjónum og honum sem að leiddi þjóðina inn í sigurinn endanlega, og nú þeir að horfa á hann. En við sjáum það að Heródes var að heyra allt á milli himins og jarðar hver hann væri þessi maður, nema að þarna væri Messías og ferðin. Það sá engin Messías í Kristi, sem mjög athyglisvert og kannski hluti af því sem við að eiga, að við sjáum ekki Krist nema eftir dintin og dantin og nefnum ekki nafnið hans, að við sjáum það ekki. Drottinn opnaði augu blindra bæn sem ég bið fyrir þér og mér og okkur öllum, að við sjáum Krist þar sem hann að starfa. Við nefndum þarna, þeir nefndu nöfn, það var Jóhannes skýrari, það var Elía og það var einhver af hinum spámönnunum, en enginn nefndi Krist. En hann var akkurat að gera það sem að allir voru að tala Kristur. Og stundum það þannig að allir að tala eitthvað annað, en þarna var Kristur að verki. Við munum eftir sögunni af Kínverjunum sem var mikil, ég las reyndar ekki þá sögu sjálfur, en hún var töluvert ofarlega í umræðinu fyrir nokkrum árum síðan hérna á Íslandi og víða heim. Þar sem hann var að leiða
einhver kynur fór í gegnum inn í fangelsi og var illa að fara með og svo losnaði bara úr fangelsinu á mjög einkennilegan hátt. En það sem að umræðan snerist var þennan kynverja en ágæta bróður okkar, en Kristur svona bara var svona eitthvað bara meðfram þessu. Hann var ekkit aðalatriðið í sögunni, eða í svona, hann var auðvitað aðalatriðið í sögunni hjá þessu manni, en í umræðinu þá var hann ekkit aðalatriðið í þessu. En samt var hann sá sem að gerði þetta verkum að þessi maður gat gert það sem hann gerði. Ég veit alveg örugglega að hann hefur talað það í frásögunni sjálfri, því að þetta var heiðalegu trúaður maður. En í umræðinu þar sem ég heyrði hana, þá fjallaði hann ekkert svo mikið þetta, það sem að Kristur var að gera. Og við sjáum þarna, það er sama og við erum að lesa þegar Heródes að spá í þetta, veitu, hver þessi náungi, og hann að reyna að veiða, hver hann þessi maður sem að gera allt þetta, og allir þetta sé ekki hann Jóhannes, kannski þetta Elía, og svo einhvers veginn, ég veit það bara ekki, þetta sennilega einhver spámaður sem var hérna í gamla, það bara risin upp. Enginn að nefndi Krist, að þeir sá ekki Krist í dæminu. Og hvenær sjáum við Krist í dæminu? Það spurningin. Og að því við sjáum ekki Krist í dæminu, þá erum við svo ofta að veltast með þessi vandamál okkar og við erum að slá ofan af því sem vex upp af rótinni. Að við sjáum ekki að við þurfum að fjarlægja rótina. Þetta bendir á Krist og orðið hann þarf að komast að. Því að hann fjarlægi rótina með þér. Hann byrjar á því að sýna þér að þarna eitthvað sem að þarf að fara upp úr moldinu. Því ef hún fer ekki upp þessi rót, þá heldur áfram að spretta af henni og þú að lenda í sömu vandræðum og þú hefur lent í af einhverjum atvikum sem einhver tímann gerðust, þú veist ekki alveg hvað að valda þér þessum óþægjendum. En þau eru þarna. Því þú veist ekki að þú þarft að kippa rótinu upp. Þú getur ekki kippt henni upp, en Kristur getur gert það með þér og fyrir þig. En hann byrjar á því að hann byrjar alltaf á byrjuninni. Að benda þér á að þarna einhver sem þarf að fara. Já, einhver þarf að fara. Ekki að slá bara ofan að því og henda blóminu. Þegar rótin eftir og þú veist að það sprettur á rótinni. Við þurfum að hlusta þegar drottin að tala. Við þurfum að biðja drottinu að gefðu mér augu sem sjá þig í verki. Til þess að ég geti gefið þér dýrða því sem að gerast gott í mínu lífi. Ekki mönnum eða einhverju öðru. Þetta bara þér. Við skulum bara læra að nefna þetta réttum nöfnum það góða sem við erum að lenda í. Og hvað heitir það? Það heitir Jesú. Þetta boðskapur sem hann vill að við meðtökum í dag. Að það heitir Jesú, það góða sem þú hefur lent í. Þess vegna tölum við ekki utan þetta. Og á svona auka atriðin, heldur skoðum við kjarnan. Og þá endum við þetta nafn Jesú. Við vorum að lesa það þegar á dögum Krists og þeir voru með öll nöfn eða fullt af nöfnum nema nafni Jesú, nema Messías, nema friðarhöfðingi, nema hann sem myndi leiða inn friðin fyrir það og til þeirra. Við skulum lesa þetta bara aftur. Já, að halda því sumir sögðu að Jóhannes væri risinn frá döðum, aðrir Elía væri komið fram, en aðrir einn hinna fornu spámanna væri risinn upp. Jesús sagði sjálfur Jóhannes að hann gengi fyrir anda Elía. Það er sagt það í Gamla testamentinu að Elía komið fram aftur, en hann kom fram í Jóhannesi. En þeir sá hann ekki sem slíkan. En sagði hann að það sjálfu þeir gerðu við hann og þeir gerðu við hann hvað sem þeir vildu. Og hann var hálshöggvinn. Við vitum það. Var það ekki Heródes eða var það Ponti? Já, það var ekki Heródes, ég maður það ekki.
ég er svo gleymin í þessu. Þú veist að lesa meira, við erum ennþá í 9. kafla Lúkasar Guðspjald, við ætlum að fara í 12 núna. Já, nú tóka degi að halla, komið þá þeir 12 að máli við hann og sögðu, látu mannfjöld að fara, svo hann nái til þorpabúabíla hér í kring og geti fengið gisting og mat, því að hér eru við í óbyggðum stað. Þarna var hann með 5.000 kallmenn á óbyggðum stað að kenna þeim, og þeir voru búin að vera þarna í einhverja daga. Og nú komið að því að stundin lokið og auðvitað allir orðnir svangir. Og það koma tilmæli frá lærisveinum, þetta ekki frá Jesú, þetta koma tilmæli frá lærisveinum að láta fólki fara, því að það verður bara hver og einn að hugsa sig sjálfur og verður að fara í borgirnar í kringu og fá sér að eta, þeir sem til að menn bara fá eitthvað í magan. En Kristur segi, en Jesús sagði við þá, gefið þeim sjálfur að eta. Og hverju myndu við svara? Með kannski svona nesti fyrir okkur sjálf og illa það. Allir okkur vefðist ekki tunga tönn. Allir við myndum nú ekki að horfa á hann og hugsa mig sjálf, hann hlýtur að vera að grínast. Eða jafnir segja að þetta djóka í mér eitthvað. Hvernig á ég að gefa allir þessu fólki að eta? Ég er ekki minn eitt. Við sjáum ekki mikla trú. Og voru þeir að horfa á Krist þarna? Nei, ég sé ekki að þeir hafa verið að því. Þegar þú horfir á Krist í gegnum trúna þína. Og trúin segir mér, honum er ekkert megn. Og trúin gæti því sagt við mig á þessu andartaki, þú veist það, hvernig þú ætlar að gera þetta? Ég veit það ekki. En þeir segja það ekki, þeir verða bara að reka líklega upp stóru augu og hugsa margt. Kannski það, hann lítur að vera að djóka í mig bara. Hvað vitleysingsgangur nú þetta? Ég gefi þeim sjálfur þetta, þess að við eigum ekki meira en 5 brauð og 2 fiska, nema við förum að kaupum vistir handa öllu þessu fólki. Stóra upp að þér. Þeir sjá þetta í holdinu sínu. Og það er allt og oft elskuðu vinir sem við erum að horfa á vandan í holdinu okkar. Og þá koma engu að lausnir. Því það er búa í Jesú og þú sérði ekki Jesúnum í gegnum trúna þína. Og þannig bara er það. Þú þarft að eiga trú til að sjá Jesús það sem hann er. Þú þarft að eiga heilagan anda því hann opinberaðir hver Jesú er. Og þá getur þú sagt eins og Pétur sagði, þú ert Kristur, sonur Guðs, eða eitthvað í þeim dúr. Má Biblían segja að hann hafi mælt á anda sínum, að þetta hafi ekki verið frá honum komið heldur frá hæðum. Og þannig gerir trúin. Hún opinberaðir hver Kristur er og þú sérðan í verki. Og að því þú sérðan í verki, þá trúur á hann og þú fer að biðja hann að takast á við vandan sem þú ert að glíma við. Og þú veist ekki að það er rótarna sem þarf að fara upp. Fyrr heldur hún er farin upp, myndu alltaf glíma við þetta. Því að það sprettur af rótinni. Gras. Og þú heldur áfram að slá það niður við jörð. Af því þú veist ekki hvernig þú átt að losa þig við þetta. Og þú veist ekki meinsemdin að jafnilega það sem þú ert að slá, það sé akkurat það sem er vandin í þínu lífi. En þarna kemur orðið til skjalana fyrir þig og mig, því það fer þig hjartaðið. Það veit hvar vandin er. En ef þú hindrar orðið ykkur stað, þá lætur það hindra sig. Því það allt valda því leyti til er í þinni eigin hendi. Og enn og aftur komum við að mikilvægi þess að deyja sjálfinu og leyfa bara trúnni að blómstra í sér. Enn og aftur sjáum við það að það er ekki staðlausi stafi sem Kristur er að segja að ég þurfa að deyja sjálfu mér.
Þetta á við allt mitt líf frá upphafi til enda. Í upphafi átti ég ekki Krist, en á einhverju stað eignaðist ég hann. Nú á ég hann. Og mér ekki við neinni afsökun, ég get ekki borið fyrir mig afsökun neinni lengur, að ég vil ekki nota það sem hann með handa mér. Og hann að segja við mig, og hann að segja við þig, þarna rót sem þú þarft að losna við. En það þarf að grafa undir hann og ná henni upp. Þegar meðan hún þarna, og þetta veistu jafnvel og ég, þá myndu alltaf þurfa að glíma við þessa þætti á nákvæmlega sama hátt. Það heitir með öðrum orðum að rasa endalaust sömu þúfu. Og það ekki góð latína fyrir nokkurt mann. Og akkur að vera að rasa sömu þúfu aftur og aftur þegar við vitum að við þurfum það ekki. Þú ert að heyra það núna. Ég veit ekki hvar skóin kreppir hjá þér, en ég þekki hann sem veit það. Dragðu hring utan Jesú og settu nafni Jesú inn í hringin. Og það skal vera þín árétting á degi hverjum. Jesú. Og þá hættir þú að horfa í spegilinn, benda á sjálfan þig og tala illa sjálfan þig. Og það ákveðin sigur fyrir sumt fólk að komast á þann stað, því að þú ert verður alveg eins og hver annar. Kristur segir það sjálfur, því hann hefur tekið það að sér. Hugsaðu alla þá sem hann hefur ekki tekið að sér. Akkurju? Ég veit ekkert það, en ég veit hann hefur tekið þig að sér. Akkurju þá ekki að líta björtum augum á framtíðina með Kristi? Hann hefur tekið mig að sér. Við erum að lesa 5.000 manna hóp sem hann það bil að fara að gefa að eta í óbyggðum. Sársongt fólk búið að vera þarna með honum í 12 daga, einhver tíma á þess að hafa neitt að borða. En lærisveinarnir í sinni vantrú, ég og þú, horfa bara á hann og kotna á annan maður. Hvað hann að fara núna maður? Og komaður með einhverja smá fiska þarna og brauð og bara rétt á hann og þetta kannski bara í einhver djóki, gríni. Kristur var ekkert að grínast. Hann ætlaði að gera þetta. Því hann getur allt. Hann þjónaði honum sem getur allt. Og kannski trúin hefði sagt það við mig ef hún væri komin, þegar ef ég lenti í einhverju svona, að Drottinn skapaði þetta úr engu. Það sem að ég núna og heimurinn, það var ekki neitt þar einsinni. Nú það heimurinn og stjörnundar og skýin og allt þetta sem þar. Hann gerði þetta úr engu. Jú, hann megnuð þess að metta 5.000 manns með þetta svo litla sem hann hefur. Svona tala trúin. Svona tala trúin uppörvandi til okkar. Þetta ekki búið. Menn bara segja það. Þetta ekki búið. Þegar Kristur hinn sami. Og við erum að tala sögu sem gerðist fyrir 2000 árum. Og þetta ennþá að gerast. Og menn eru ennþá í baxi með að sjá Krist í því sem að gerast í kringu það. Og þeir bendu á allt nema hann. Rétt eins og þeir eru að Heródis var að reyna að spyrja menn það hver þessi maður væri, þá bendu þeir allt nema Krist. Og þetta ekki stundum þannig að við bendum á allt nema Jesú? Að þið sjáum henni ekki í þessu. Já, þá svöruðu við eigum ekki meir en 5 brauð og 2 fiska nema við förum og kaupum vistir handa öllu þessu fólki. Svona myndi ég segja, ég að tala þarna. Ég segi þetta svona. Í þessum kringumstæðum sem þeir í. Ég geti barið mér á brjóst og sagt að ég hefði nú brúðist allt öðru sem við heldur og þeir. En ég veit ég myndi ekki gera það. Þannig trúin svo rosalega lítil stundum hjá okkur. Þeir á reynir.
þegar á reynir, sker úr hve mikil trú mín þegar á reynir. Segðu þetta með mér, þegar á reynir. Það ekkert að vera og ég út úr blessaður og þá var nú ekki mikið mál að vera trúaður. Maður svolítið gegnum gangandi trúmaður þá. En svo þegar á reynir kemur það sem virkilega býr í hjartanum mínu, sem virkilega á klettinu, Kristi. Þannig við þurfum að byggja það sem við byggjum á klettinum Kristi og muna eftir því þegar að góðu dagarnir eru að halda okkur líka þá við steðjan sem heitir Kristur. Þá hættir mörgum til að slaka á og svo koma hinni dagarnir og við bara vælum og skælum. Allt ómögulegt. Og hvað Kristur þá? Hann bara farinn. Þessna sitjum við fætur Drottins að við verum að minna okkur á. Lesum meira. En það voru 5.000 karlmenn, þetta semst hópurinn og við veitum það, við mátt tala það og að karlmenn voru bara taldir þannig að menn tala 10-15 manneskjur þarna. Það veit auðvitað engin hvað margir voru þarna en þeir voru fleiri en 5.000, það ljóst því að við trúum því nú að það hafa nú verið þarna konur og jafnir fjölskyldur þarna saman komið. Þannig 10-15.000 manns, ég held ég án reyndar ekki heilt hærri tölum 15.000. En 10.000 hef ég heyrt og það mjög líklegt og meira en það. En við erum að sjá breiðurnar af fólki. Breiðurnar. 10.000 mann samankomin á litlum stað eru breiður af fólki. Og nú komið að því að Kristur ætlar að metta þetta fólk. Og hann ekki með neitt. Við erum sammála það. Hann ekki með neitt til þess að gera það. En hann vissi hverjum hann þjónaði. Veist þú hverjum þú þjónaði? Veistu að þú þjónar Jesú? Og ég bið Drottin það núna að þú sjáir hann í því sem hann að gera fyrir þig og í þínu lífi. Ef þú sér það ekki, þá gagnast þér ekkert hvað ég og allir hinnir erum að sjá. Þess vegna bið ég prívat inn í anda þinn að Drottin sýni það sem hann að gera í þínu lífi og gera það núna. Byrjaði bara strax að þakka því að strax pompaði eitthvað upp. Byrjaði bara að þakka. Hann mun sýna þér meira og þakkaði fyrir það allt sem hann sýnir þér. Og þú veist að verkið ekki búið og fyrir það skaltu líka þakka. Við erum að hafa hvatningu hér í dag. Það ekki rétt. Það ekki allt búið. Verkið ekki búið. Það í gangi. Þessna hriktir stundum í. Það í gangi. Að taka upp kannski 50 cm langa rót, upp úr mold, kikk fasta. Það ekki sársauka laust. Ég man eftir því þegar ég var að kippa upp þessum ill gresi sem ég var að rækta kartöflur einu sinni. Vá, maður ætlaði að hafa þetta upp, maður tók bara öllu sem maður átti og svo loksins kom hún. En hún kom. Og ef hún slitnaði á leiðinu þá var maður að grafa lengra og ná því sem var eftir, því að það varði allt að fara. Eins með sárið í þinni sálu og í hjarta, það þarf allt að fara. Þú getur ekki lengur bara slegið ofan að því grassi, niður við grassvörðu. Það gengur ekki, því að það sprettur áfram af því. Vissirðu þetta? Nú veistu það, því að Drottinn að tala það til því. Hann heiti Jesú. Já,
látið þá setjast í hópa 50 í hverjum. Hann sagði þá við lærisveina sína, hann gefur þeim fyrirskipun, strákar, fariði og raðiði fólkinu niður í hópa 50 í hverjum. Þannig að við sjáum að það sem hann að gera, þetta við tekið talsverðan tíma. Að setja fólki saman í 50 manna hópa, það við tekið kannski klukkutíma, eða ég veit ekki hvað. Það sem hann að gera, þetta að taka töluverðan tíma. Stundum það þannig, og auðvitað vitum við það tekur allt tíma. Það ekkert sem gerist bara svona. Ég veit ekki hvað þessi matmálstími hefur verið, hann kannski var að 3-4 tíma. Það allt var búið. En það skiptir ekki máli, fólki horfði upp á kraftaverk, fólki gladdist og það varð mett. Og þeir fari í þetta eru svona dugnaða strákar, jafnvel sumir með hundshaus, en þeir fóru í það, kannski botniðu ekkert í þessu, en eru samt konið það langt í trúnni, að þeir bara treysta á honum fyrir því að hann hlýtur að vita hvað hann að gera. Við gerum þetta bara. Þetta ákveðin trú. Jafnvel þó maður hafi enga trú á þessu sjálfur, þá fer maður og gerir það. Að því maður hefur reynt þennan af svo mörgu góðu að hann hlýtur að vita hvað hann að tala um. En ég botna ekkert í þessu. Já, en þeir gerðu svo og létu alla setjast. Þannig við sjáum þetta, allan að fjölda, þetta hefur verið talsvert verk að koma þessu í kring, bara þessum hluta. Og það ekki allt búið þarna. Þetta bara byrjunin. En hann tók brauðin 5 og fiskana 2, leiti upp til himins, þakkaði Guði, brauðið og gaf lærisveinum til að bera fram fyrir mannfjölda. Hann tók ekki þátt sjálfur í að útdeila matnum. Þannig kemur fram kærleikur Krist til lærisveinanna sem eftirlætur þeim að gera það verkið og hvað? Sjá blessunina. Haldið þið ekki að það hafi verið blessun þegar þeir fara allaveg svoleiðis með skrítin svip á andlitinu með smávegis í dalli og rétta fyrsta manni og svo fer brauðbiti úr dallinum og það kemur annar í staðinn. Og þeir bara horfðu á þetta. Sjáu ekki blessunina sem drottin að frambera þeim. Og hafi einhver verið með hundsus þarna, þá ég nokkuð vissum að þessi hundsus farin. Og annar haus komin í staðinn öllu glaðlegri. Ég hugsa það. Sjáu ekki kærleiksverki sem drottin að frambera fyrir þá, til að blessa þá og gleðja þá og þeir verði ögn trúaðir. Og þeir gengu allt og hvers skipti sem að móli fór eða fiskbiti kom annar í staðinn. Og miklu meira því að það sagt frá því að það voru 12 korfur fullar eftir. Voru þeir ekki blessaðir? Ég held að þeir hafa allir verið út úr blessaðir eins og sagt er. Sjáu ekki hvernig Kristur hugsaði sína menn og hvernig hann að benda alltaf á drottin í þessu öllu saman. En við skulum segja það að þeir voru nú 12 og þannig að það hafi verið 11 manns þarna á staðnum og einn var í fílu og vildi ekki fara, segjum það getur nú alltaf gerst. Og þessi sem var í fílu og vildi ekki fara, hann sá þetta ekki þá ef að það hefur verið sem ég reyndar leyfi mér efast en ég veit bara hvernig fólk er. Stundum ég kannski sá sem vill ekki fara, bara í fílu heima. Þá missi ég af. Og ef að það hefur gerst þarna og einn sem tók ekki, var ekki með því að útdela, þá hefur hann mist af þessu. Því að það er eitt að heyra kraftaverkið og annað að horfa á það með sínum augum. Því að það var það sem gerðist að hvers geti sem brauðmóli fó, þá kom annar í staðinn og jafnvel 2 í staðinn og 3 eða Guð má vita hvað. Þetta er því samfara að fylgja drottni.
í verki á staðnum, ekki hvaða stað sem heldur sem hann hefur beint okkur til, því að það er þar sem hann ætlar að fara að starfa. Og hver einast af þessum hóp, þessum breiðu, þessum grúa, var ekki bara pínlíti sattur, heldur bara pakksattur eða bara eins og sattur og hann vildi. Hugsaðu ykkur blessunina sem þessi menn fá á staðnum fyrir að hlýða og gera, þá litist ekkert á þetta, hvað er hann að fara? Svona í mannlega skoða, þá er þetta líklega það sem að, já, ég bara horfi á sjálfar mig. Myndi ég trúa þessu? Alveg örugglega ekki. En kannski hefði ég verið með að gera þetta, það er allt annað mál. En þeir gerðu þetta og sáu það sem var, Drottinn hreinlega í verki. Fyrir hvern bita sem fór upp úr körfunni kom annar, og jafnvel 2, 3, 4 Guð má vita hvað. Og þeir sáu þetta. Nema kannski þessi eini sem var í fílu, ég veit ekkert og ég reikna ekki með þér undan, en ég veit bara hvernig fólk að stundum það er misjafnlega upplagt og setur upp sína verstu skeifu þegar eitthvað svona kemur upp og er því ekki með í þessu dæmi, í þetta skiptið allavega, og hefur því mista af. Við höfum að keppa eftir því að missa af engu sem Drottinn að gera, bara engu. Og það er algjörlega minni könnu hvort svo sé því að ég á trú og ég get verið með í öllu sem að Drottinn vill að ég sé með í. Og Guð hjálpi mig bara til þess að svo sé. Því þar skal blessunin vera þann daginn. Já. Allir neittu og urðu mettir, en leifarnar eftir þá voru teknar saman 12 körfur brauðbita, 5 til að byrja með brauð og 10-15.000 manns. Og þetta var uppskeran, 12 körfur afgangs þegar allir voru búin að fá allt sem þeir þurftu. Svo eru við, mörg á okkur, afvelta af áhyggjum yfir því að við vitum ekki hvort við fáum að borða í kvöld. Það hefur ekkert breyst. Drottinn er enn samur við sig. Hann hefur sagt, ég ætla að annast þig, ég ætla að vera með þér, ég ætla að halda í hendina á þér og ég sleppin ekki. Þetta er minn styrkur og þinn. Það sleppir okkur ekki. Og til þess að undirstrika þessa þætti, þá erum við á þeim stað sem uppörvar okkur. Og hér er einn af þessum stöðum sem uppörvar okkur. Já, vinir, við þurfum að gera verkin, við þurfum að koma okkur á staðinn og við vitum hvert við eigum að fara. Við eigum að leita til þeirra sem hafa ráðin, hafa þekkinguna, hafa trúna og vita hvernig á að vinna hlutina, og við höfum aðgang á þessu fólki. Það er tilbúið til þess að vera með okkur, rétt okkur hjálparhönd og svona hvetja okkur til aga og hlýðni og svo framvegis. Það er bara eitt af því sem við þurfum að gera, þannig bara er lífið. Og þeir sem að taka við þessu, þeir eru lukkunar pannfílar og þeir eru þakkláttir fyrir það að einhver kom og agaði þá. Það eru margir sem að þrá agan en fá hann ekki því að þeir hafa ekki þessa hvatningu, hafa hann ekki kringum sig. En við sem að höfum þetta, við erum að þverskallast við og koma gegn jafnvel. Það er aldrei rétta leiðin að gera slíkt. Við verðum að stoppa einhver stað, við verðum að sýna þann skilning okkur sjálfur til heilla og blessuna að taka við leiðsögn. Þannig er með allt fólk í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson hefur þetta ekki lengra, þakka fyrir sig og veit að þú fengið eitthvað
til að móða úr og blessast af og tilgangur ekki annar, heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í þetta yndislega verk.